Þú falsar ekki kærleikann, hann endurspeglar sannleikann. Þið sanna sést í augunum, þið horfa inn í huganum. Leynist fræjað efasemd og burðast þú með sektarkennd. Svo tölum bara hreinskilni, við lesum ekki hugsanir. En ef ástin hrein, ratar hamingjan heim. Birtir til yfir okkur tveim. Já, ef ástin hrein, þá aldrei of sein. Því að hjartað vísar leið. Það stjórnar enginn stefinu sem bergmálar í brjóstinu. Það efast allir einhver dag. Við vitum bæði allt það. Lofir þú að hlusta á mig? Augliti til auglitis finnum við í frið og ró. Saman okkar eigin hljóm. En ef ástin hrein, ratar hamingjan heim. Birtir til yfir okkur tveim. Já, ef ástin hrein, þá aldrei of sein. Því að hjartað vísar leið. Ratar hamingjan heim. Birtir til yfir okkur tveim. Já, ef ástin hrein, þá aldrei of sein. Því að hjartað vísar leið. Já, ef ástin hrein, þá aldrei of sein. Því að hjartað vísar leið. Því að hjartað vísar leið. Góða kvöldið og verið hjartanlega velkomin í Guðsþjónustu í Lindakirkju. Gaman að sjá hvað eru mörg mætt. Og ég vil sérstaklega bjóða fermingabörnin og fjölskyldu þeirra velkomin í kvöld að því að messan verður svona, eða Guðsþjónustan sniðin að ykkur. Og eins og þið vitið það verða nokkrar Guðsþjónustur í vetur, svona sérstakar fermingabarnamessur, en þeir eru að sjálfsögðu velkomin alla sunnudaga. En ég hef svo lítið hitt ykkur að því ég var veik og mista báðum vatnaskóaferðunum, þannig að ég ætla að byrja að kynna mig. Ég heiti Dís og er 3. presturinn í Lindakirkju. Það voru vist einhver sem held að væri hreinn, en það er ég. Þannig að við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman. Við segjum nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við biðjum bænina vertu Guð Faðir eftir Hallgrím Pétursson. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri syndi hafni. Amen. Og þá ætlum við að syngja saman bænasálminn í bljúgri bæn. Í bljúgri bæn og þökk til þín sem þekkir mig og verkin mín. Ég leita þín, Guð leittu mig og lýstu mér
Sú rétta virðist aldrei greið. Ég geri margt sem miður fer og mann svo sjaldan eftir þér. Sú bein í brjósti mér, ég betur kunni þjóna þér, því veit mér feta veginn þín, að verðir þú drottinn mín, að verðir þú drottinn mín. Gleymdi ekki að kynna ykkur á það? Jú. Þetta eru hjónin Regína Ósk og Svenni Þór. Gefum þeim bara aftur gott klapp. Það var rosalega sárútið bara, jú. Þau ætla að sjá tónlistina og syngja nokkur vel valin lög svo eftir sem þið ættu að þekkja. En ritningalestur kvöldsins er stuttur en mjög mikilvægur og við skulum lesa hann bara saman. Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Og þannig hljóðar heilaga orð. Þá svarið þið, Guði sé þakkargjörð. Og þá er það næsta lag, Barn þitt vil ég vera. Barn þitt vil ég vera, víkja þér ei frá, blíð þér vil ég bera, það besta sem ég á. Elsku mín alla, innst úr hjarta mér, andinn hrópar upp til þín, Abba faðir, greitt að aldrei get ég, sem gafstu fyrir mig, allt þitt líf og ást og trú, ég elska þig. Barn þitt vil ég vera, víkja þér ei frá, blíð þér vil ég bera, það besta sem ég á. Elsku mín alla, innst úr hjarta mér, andinn hrópar upp til þín, Abba faðir, greitt að aldrei get ég, sem gafstu fyrir mig, allt þitt líf og ást og trú, ég elska þig. Þá komið að guðspjalli dagsins og þið með rísa fætur og það er mjög stutt
en svo stöndum við áfram og játum saman trúna. Og það svona, við ekki bara syngja líka saman, það ekki komið upp. Þú skalt elska náungan þinn eins og sjálfan þig. Og þannig hljóðar heila Guðspjall, lofsið þig Kristur. Og svo játum við saman trúna. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans engasson, drottinn vorn, sem getin af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og með þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprissu mannsins og eilíft líf. Amen. Þá með fá okkur sæti. Og nú lag sem þau ætti að þekkja, er það ekki? Jú, ég held það. Þau þekktu nú fyrsta lagi. Já, jú. Got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. 'Cause you said forever, no, I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kind of feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and picture I was driving home to you. And I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. 'Cause you said forever, no, I drive alone past your street. Red light, stop signs, I still see your face in the white cars. Front yards, can't drive past the places we used to go to. 'Cause you know that I love you, babe. Oh, 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 sidewalk we cross, I still hear your voice in the traffic. We're laughing over all the noise. God, I'm so blue now, we through, but you know that I love you, babe. Ooh,
pasture street. Yeah, you said forever, no, I drive alone past your street. Kæru fermingabörn, eða verðandi fermingabörn, á fermingadaginn þá verði spurða því hvort þið vilji leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins. Hvað þýðir það eiginlega? Það þýðir að þið ætla að gera eitthvað besta til að fylgja því sem Jesús sagði og gerði. Og Jesús frábær fyrirmynd og hann einn sá albesti í mannlegum samskiptum sem til á þessari jörð, að geta sagt ykkur. Og hann segir til dæmis, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Það þýðir að við eigum að elska náunga okkar eins og okkur sjálf, sem merkir að við eigum líka að elska okkur sjálf. Og það alveg jafn mikilvægt. Við erum öll svo ólík og einstök. Og hafið pælt í því að það enginn í heiminum alveg eins og þið. Hafið pælt í því. Það bara til ein Dís, ein Regína, einn Svenni og eitt eintak af ykkur. Það svolítið merkilegt þegar maður spáir í því. Enginn sem nákvæmlega eins. Og þegar við áttum okkur á því að við erum hvert og eitt bara einstök og dýrmæt sköpun Guðs og förum að elska okkur bara eins og við erum, að það verður lífið svo miklu skemmtilegra og auðveldara. En ég veit alveg á þessum aldri, þá skiptir útliti mann svolítið miklu máli og maður vill ekki skera sig úr hópnum. Og það gerir það verkum og það verður einhvern veginn allir eins. Ég man eitt árið þá voru allir krakkarnir í hettupeysum og Adidas-skóm. Ég veit ekki alveg hvað inn núna. En ég get sagt ykkur að þegar ég var á ykkar aldri, þá voru allar stelpur í tarkbuxum og buffalo-skóm. Kannski einhverjum mömmur sem að muna eftir því. Maður vill ekki einhvern veginn vera öðruvísi en hinir. Og vinkonur mínar á þessum tíma, þær voru allar litlar, ljóshærðar dúllur með slétt hár. En ég hávaxin og dökkhærð og með krullur í þokkabót. Og hvað gerði ég? Ég sléttaði þetta alltaf á mér hárið og sleikti það í tagl. Og á einu tímapunkti þá fékk ég mér ljósar strípur. Og þið getur eftir ímyndað ykkur. Og það var ekki töff og það klæddi mig engan veginn. Það bara ekki ég, En útliti auðvitað ekki aðalmáli, heldur okkar innri maður. Og þegar við elskum okkur sjálf og áttum okkur á því hvað við erum dýrmæt, þá eigum við auðveldara með að setja öðru mörk. Og við sættum okkur ekki við það að einhver komi illa fram við okkur. Af því það hefur engin rétt á því að koma illa fram við okkur. En á sama hátt þá þurfum við líka að setja okkur sjálfum stundum mörk. Af því við getum ekki leyft okkur hvað sem í samskiptum við aðra. Við megum ekki segja hvað sem hvort sem það auglitið til auglitis eða gegnum, með skilaboðum í gegnum síman. Og það eiginlega það sem langar til að tala í kvöld. Það samskipti. Að því orð, þau hafa áhrif. Og þau geta haft áhrif til góðs eða ills. Og það eiginlega tvennt sem ég langar til að tala í þessu samhengi. Og það fyrra einelti og hið síðara samskipta erfiðleikar sem geta leitt til eineltis. Því undanfærin ár það hefur verið mikil umræða einelti og alvarlegar afleiðingar þess. En einelti bara afleiðing erfiðleika og vandræða í samskiptum einstaklinga. Og við getum öll átt á hættu að tengjast einhvern tímann einelti á einn eða annan hátt. Annarkvort sem gerendur, þolendur eða áhorfendur. Og það í raun ekki svo langt síðan það var byrjað að tala einelti eða nota þetta orð einelti. Og kannski við fullorðna fólki ekki alveg með það á hreinu hvaða hegðun flokkast sem einelti. Af því einelti getur verið beint og óbeint. Og beint einelti, það kannski algengara á meðal stráka. Það eru stríðni og líkamlegar
árásir. En stelpur, þær beita helst svona óbeinum og útsmoknum aðferðum. Og það getur verið erfitt að koma auga á það. Stelpur baktala, útiloka úr félagahópnum, hunsa eða beita bröðum til að stjórna og jafnvel ræna bestu vinkonu frá annarri. Og stelpur vinna oft í gegnum netmiðla. Og stelpur nota þessar aðferðir meiri segja á sínar eigin vinkonur eða vinkonuhóp og það getur valdið mikilli vanlíðan og kvíða. Og nýlega rannsóknir sýna aukna vanlíðan og kvíða hjá unglingsstelpum í dag. Og ég þakka bara Guði fyrir að vera ekki búið að finna upp alla þessar samskiptamiðla þegar ég var unglingur. Facebook og Snapchat og Instagram og allt þetta. Því ég held að ég hefði bara ekki höndlað það og væri bara of mikið. Það stelpur raða sér upp í svona vinsælda píramíta og þær vita allar á hvaða stað þær eru í píramítanum. Og þetta er ekkert nýtt, þetta var svona þegar ég var unglingur og mömmur ykkar og ömmur. Og stelpur geta bara verið rosalega nasti hver við aðra og ástæðurnar eru ýmsar. En þær eru kannski fyrst og fremst vegna þess að þær eru að passa upp á sína stöðu. Því það er fátt verra en að tapa vinsældum og missa bestu vinkonu sína. Og þá er öllum bröðum beitt til að halda öðrum frá. En vitið það er ekki mörg ár síðan þá byrjaði að rannsaka þetta óbeina einelti sem að stelpur nota. En það hefur sýnt sig að það er ekki síður alvarlegt og getur haft hrikalegar afleiðingar. Ég hef áður talað einelti í svona fermingarbarnamessu og ég hugsaði það þá og ég gerði það aftur núna hversu langt ég ætti að fara. Af því að það er erfitt að tala þetta, óþægilegt, en það þarf að gera það. Þannig ég ætla bara að fara aftur alla leið. Af því ég veit alveg að það getur verið ýmislegt í gangi í samskiptum ykkar á milli sem er leiðilegt og getur verið alvarlegt. Og ég vil að þið geri ykkur grein fyrir því hvað svona einelti getur haft alvarlegar afleiðingar. Þannig að við skulum sjá mynd núna. Hvað haldið að öll þessi börn í sameiginlegt? Þetta eru börn sem voru öll lögð í einelti, íslensk og útlensk. Og þeim leiði svo illa að þau gáfust upp og sviptu sér lífi. Og þetta eru börn á aldri 8 til 15 ára. Þegar við verðum að gera okkur grein fyrir því að orð okkar og hegðun hefur áhrif. Og við höfum hvert og eitt val það hvort við viljum nota orðin okkar til góðs eða ills. Þannig að mér langar að biðja ykkur, elsku fermingarbörn, að reynist vel og þið getið að fara eftir gullnu reglunni í vetur og við slum fá hana bara upp á vegg aftur. Og við slum lesa aftur saman. Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gera. En þetta þýðir einfaldlega, komdu fram við aðra eins og þú vilt aðri komi fram við þig. Og með þessari einföldu reglu, þá gerir Jesús umhyggjuna fyrir náunganum að kjarnanum í lífi hvers kristins manns. Og gullna reglan, þessi orð heita gullna reglan, er undirstaðan allra hugmynda okkar nútíma manna jafnrétti, manngildi og mannréttindi. En þannig að ef við ætlum að ræða einelti eða samskiptaerfiðleika út frá gullnu reglunni, þá ættum við í raun ekki að leggja áherslu á það sem við ættum ekki að gera, eins og til dæmis ekki að skilja út undan og ekki baktala og allt það, heldur frekar skoða hvernig við ættum að koma fram við aðra. Þá getum við hugsað hvernig vil ég láta koma fram við mig. Og ætli við getum ekki öll verið sammála að við viljum að koma sér fram við okkar af virðingu og okkur sé sýnd vinátta. Traust og heiðarleiki skiptir líka flesta máli. Og svo finnst okkur öllum gott að fá hrós, er það ekki? Og svo mætti lengi telja. Og auðvitað gerum við öll mistök í samskiptum. Það bara fylgir því að vera manneskja. Okkur verður á og við segjum eitthvað sem við hefðum ekki átt að segja og sjáum eftir. En þá er bara að gera
að viðurkenna það, biðjast fyrirgefningar og halda svo áfram að vanda okkur og æfa okkur í samskiptum. Af því að þegar við komum vel fram við fólkið í kringum okkur, þá líður öllum betur og okkur líður líka sjálfum betur. En þá þurfum við ekki að vera að sjá eftir neinu eða burða sem einhverja sektarkennd. Ég las frétt 8 ára gamla danska stelpu sem við getum öll tekið okkur til fyrirmyndar. Þannig ég ætla að segja ykkur hans frá henni. Þessi stelpa, hún hafði lesið frétt í blaði þegar hún var heima í ömmu sinni, sem sagði frá ungum dreng sem svipti sig lífi vegna eineltis. Og frásögnin hafði svo mikil áhrif á stelpuna að daginn eftir þá stóð hún upp fyrir framan allan bekkinn sinn og sagðist vita dreng í bekknum sem væri lagður einelti og að það yrði að hætta strax. Svo fékk hún sér sæti aftur og í framhaldinu stóðu nokkrir strákar upp og báðu drenginn afsökunar. Og mamma stelpunar, hún var svo stolt og hún sagði frá þessu á Facebook og þaðan rataði þetta í dönsku blöðin. Jesús, hann hvetur okkur til að standa gegn öllu ofbeldi og einelti ofbeldi, sama í hvaða mynd það er. Þannig að mér langar því að lókum að skora á okkur öll, bæði fermingarbörn og fullorðna, að vera meðvituð okkar eigin hegðun og annara gagnvart öðru fólki. Og ég ætla að fylgjast vel með í vetur og ég vona að þið gerið það líka. Af því að það á enginn og ekkert barn á að þurfa að kvíða því að fara í skólan eða fara í tómstundastarf. Það er bara svo allt rangt við það. Þannig að leggjum okkur fram við að koma vel fram við aðra og við látum vita ef við verðum vitni að einelti. Gerið það, látið það einhvern fullorðinn vita. Eruð þið til í þetta? Vil ég rétt upp hönd að þau eru til? Börn og fullorðin að fylgjast vel með bæði hjá sjálfum sér og fólkinu kring og láta það vita. Þá segi bara dýri sig Guði. Amen. Vádís, þetta var geggjuð orð. Mama, take these beds away from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, take these guns away from me. I can't shoot them anymore. The cold black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, 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 yeah. Þá er komið bænastund, en við höfum þann háttin á hér í Lindakirkju að við eigum bara hvert og eitt hljóðastund þar sem við berum fram þau bænrefni sem á okkur hvíla, bæn til Guðs og meðan ætla þau að syngja bænasálminn Eigi stjörnum ofar. Svo vil ég líka benda ykkur á hérna bænaaltari sem er hérna aftast í kirkjunni með kveikt kertaljós. Það er hægt annarkvort að kveikja á kerti fyrir bænarefnum eða skrifa á miða bænar eða þakkarefnum og stinga í raufin á bænaaltarinu og það er hérna trúfastur hópur sem hittist hérna alla 50-dagsmorgna og biður fyrir öllum bænarefnunum. Eigi stjörnum ofar á ég þig að finna meðal bræðra minna. Mín þú leitar Guð, nær er blærinn blómið, barn á mínum armi, ást í eigin barmi, ertu hjá mér Guð. Hvar sem þrautir þjaka, þig ég heyri biðja, viltu veikan styðja, vera hjá mér þar. Já, þinn vil ég vera, því að þér mitt hjarta, láta ljós þitt bjarta, leiða blessa mig, leiða blessa mig. Og við skulum biðja. Já, góðu Guð, takk fyrir að þú elskar okkur hvert og eitt, alveg eins og við erum, þú vilt okkur aðeins það besta. Og ég biði Drottnum að blessa okkur öll sem erum hér í kvöld og ég biði sérstaklega að blessa fermingabörnin og fjölskyldu þeirra. Viltu fylla heimilin af kærleika og friði og blessa öll samskipti. Og viltu opna augu okkar fyrir þeim sem líður illa og hjálpa okkur að koma vel fram við hvert annað. Það spyðjum við í Jesú nafni, amen. Og allar bænir okkar felum við bænir sem Drottinn kendi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá fer að líða lokum hjá okkur, við hefum samt eftir að fá loka lagið, en þið megið rísa fætur og þiggja blessun
Drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottin upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þig frið. Jesú blessaða nafni. Amen. Þið megið fá okkur aftur sæti og ég ætla að segja ykkur smá áður en við byrjum á laginu. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur smá texta eða ljóð eftir unga söngkonu sem þið kannist öll við. En hún veiktist alvarlega þegar hún var á svipuðum aldri og þið, fermingabörn. Hún var að hætta í skólanum. Hún var í rauninni einangruð bara á heimilinu sínu í 2 ár. En á þeim tíma þá fann hún hvað trúin var henni mikilvæg. Og hún hefur náð ótrúlegum bata í dag og er ófeimin við að semja lög og syngja það hvernig hún sækir styrk til Guðs í gegnum bænina og í gegnum texta Biblíunnar. Í Biblíunni þá finnur hún hvernig Guð horfir á okkur og missir aldrei trú á okkur. Og þessi söngkona, hún heitir Lauren Daigle og lagið hennar You Say hefur farið sigurför heiminn. Og ég ætla að lesa eins fyrir ykkur textan svona eins og hann er það bil í íslenskri þýðingu. Raddirnar í huga mér segja að ég sé ekki nóg. Í samhljómi við lygarnar sem hvísla, þú passar hvergi inn. Er ég meira en líðan mín, stundum glöð og stundum sorgmætt? Myndu mig þá aftur á það hver ég er, því ég þarf að heyra það. Þú segist elska mig þegar mér finnst ég innantóm. Þú veitir mig kjark ef ég er að gefast upp. Þú segir, ég held þér, þegar mér finnst ég vera að missa tökin. Mér finnst ég ekki tilheyra, en þú segir, þú ert mín og ég trúi því sem þú segir mig. Allt sem skiptir máli hvað þér finnst mig, með þér finn ég hvers virði ég er og í þér get ég verið ég. Ég legg allt sem ég á og allt sem ég er að fótum þér, því Guð, þú þekkir sárin mín og sigrana. Og nú fáum við að heyra þetta vinsæla lag, You Say, í flutningi Regínu Óskar. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, and when I don't belong.
Takk fyrir. Bara dásamlegt og takk fyrir sönginn og tónlistin kvöldi. Við gefum meira klapp. Þetta bara eins og að vera á tónleikum. Heyrðu, við þakka ykkur fyrir komin og við endum allar messur í Lindakirkju á því að ég segi förum í friði og þjónum drottni með gleði og þið segja hátt og snjallt. Já, flott.